Jæja, þægilegur 3-0 sigur eftir smá basl í fyrri hálfleik. Seinni hálfleikur miklu betri og sigurinn kom. Við ætlum að taka viðtöl við markaskorarann og þjálfara leiksins. Þegar þjálfara KR leiksins öllu heldur. Einir Gunnarsson, maður leiksins hjá KR-klúbbnum. Þetta svolítið basl í fyrri hálfleik en svona betri seinni hálfleik allavega. Já, við byrjuðum bara mjög illa, myndi ég segja, og vorum ekki að skapa okkur og var andleysi í liðinu. En síðan bara datt þetta fyrir okkur í seinni hálfleik, við náðum að skora fyrsta markið og þá bara náðum að klára þetta. Það búið að vera mikið karakter í liðinu undanfarandi leikjum og við bara sýndum það aftur í dag. Völlurinn virkaði alltaf svona háll og menn voru svona ekki mikið að finna menn í fætur alla í fyrri hálfleik. Já, menn voru mikið eitthvað að renna í fyrri hálfleik, fannst mér. En þetta batnaði eitthvað í seinni hálfleik, ég veit ekki hvað gerist, en við allan vorum ekkert á hausnum þá. Nei, þú varst kannski ekki inn í teg í markinu sem fengum dæmt á okkur þarna fyrsta markið. Sástu það eitthvað hvort þetta var bakgrindið eða ekki? Ég var reyndar aftast, ég veit bara ekkert hvað gerist, allan Greta vissi heldur ekki. Þannig að ég bara skildi ekki eiginlega. Eiginlega sama hjá þér og öllu liðin í fyrri hálfleik, þú varst svona kannski ekki alveg að finna í fyrri hálfleik, en svo í seinni hálfleik þá komstu mjög sterkur inn og varst svona allt annað bragur á þér og öllu liðinu. Já, það er alveg rétt, við bara byrjuðum illa, ég veit ekki hver ástæðan fyrir því en bara við allan að náðum að rífa okkur upp í seinni hálfleik og klára þetta. 3-0 sigur, það er nú þokkalega hugulegt. Já, það lítur allan vel út á pappírnum. Nú voru við svona, eins og við segir, aðeins að slíta okkur frá Fylki, er ekki bara markmiðið að slíta okkur alveg frá þeim og tryggja okkur allan annarsæti og sjá síðan hvað við náum að æsa í FH? Jú, við allan ætlum að stefna á annarsæti en meðan það er möguleika fyrsta, náttúrulega stefnum á það, klálega. Takk hérlega. Takk. Byrjum við með Grétar Sigfinn Sigurðsson, afsakaði, fyrirliða KR-inga. Grétar, fyrri hálfleikurinn ekkert spes, seinni hálfleikurinn allt annað að sjá liði. Já, það er bara aldrei þannig. Fyrri hálfleikur mjög slakur. Allir á hausnum en ég finna að völlurinn var alltaf mjög erfiður og menn voru að tala þetta fyrir leikinn að vera vel skóaðir en einhvern veginn var það ekki alveg í gangi í leiknum og en svo komum við ákveðnir seinni hálfleik og ætluðum okkur sigur og ég held að við sýnda bara á fyrstu mínútunum að við ætluðum okkur að sigra í þessum leik. Dæmt marka á okkur og skorum 3 þannig að þetta var bara frábær seinni hálfleikur. Taldu markið, maður sá ekki skallaðan inn, varst það þú Röggers, var eitthvað í gangi hvað var þetta bara? Ég skallaði hann inn en já, ég veit ekki alveg hvað hann dæmdi á því ég sá bara hann kom út í eitthvað glóri hlaupanum. Virkaði allavega stúkunum sem það var lítið að gera eins og var búin að ákveða fyrir hornið að dæma á þetta. Akkurat, það er svona stundu þannig, þeir eru svolítið heilaðir en það er bara þannig, þá tók líka mark af þeim, jafnaðist út. Eins og ég segi, karakterinn seinni hálfleik, það var svona miklu meiri svona neisti og miklu meira spil í gangi og þetta var allt annað að sjá þetta seinni hálfleik. Já, akkurat, það var kannski bara meira viljinn að við komum miklu ákveðnir í leiks og kannski að menn alltaf verðum að komast upp með eitthvað hluti í fyrri hálfleik eins og við erum kannski búin að gera í nokkrum hálfleikum núna undanfarið að svona vera lengi í gang og láta bolta á klúðra sendingum að fá breyka á okkur en núna vorum við bara með, fannst mér varnarlínuna í góðum gír þannig að við vorum ekki að fá mörk á okkur. Sama skapið á svona, eiginmenn voru ekki að skapa neitt en maður kannski fyrstu leika myndi alveg segja. Við vorum fasti fyrir og það voru ekki að skapa neitt, svona opin tækifæri þannig síðan. Akkurat, ég man ekki eftir færi en þeir voru bara vel spilandi og flottir menn á miðjunni sem voru að láta boltan rúlla og þeir voru að reyna að nýta sér þetta sem við vorum að klikka í fyrri hálfleik en við einhvern veginn náðum að stoppa það. Nú liðið eftir tapið á móti Fylki þá stígur liðið vel með Keflavík og aftur inn í dag, er ekki bara bjart fram undan? Jú, algjörlega. Það var 4 leikir eftir og við ætlum að taka þá og reyna að tryggja þetta annarsæti og svo er bara bikarinn sem við ætlum að taka. Verður ekki spennt fyrir bikarnum? Annað bikarinn til? Akkurat, það er skemmtilegasta keppnin að fara leik fyrir leik sem er alltaf undir. Þannig er gaman að spila. Takk heilega. Við erum búin að koma með Ingólfur, fyrsti leikurinn 1 mark, hvernig líður núna? Bara bríðilega. Varst alltaf viss myndi setja? Nei, á þessu augnabliki þá datt mér í huga, kannski myndi ég skora hana. Þú er ekki mikið fyrir að gefa hann, en þú gafst hann í aðra þetta sóknarnar, hvað kom til? Ég sá Baldur koma í overlappi og ákvað strax að gefa hann og síðan var þetta bara í hans höndum hvort hann ætlaði að skjóta að gefa fyrir að gefa hann aftur á mig. Nú væntanlega búin að bíða svolítið lengi eftir þessi tækifæri varst orðinn pirraður og óþreyjufullur. Já, þetta kom pirringu stundum en ég bara er ungur og vera rólegur og þetta er náttúrulega frábært lið og mjög vel mannað þannig að ég bara
ákvað að reyna að nýta sénsinn þegar hann kom. Það ýmsar sögusagnir í gangi, einhverjir voru að segja að þú væri á leiðinni út jafnvel eftir tímabilið. Hver staðan á þér? Ertu samningsbundinn í KR eða ætlarðu að vera í KR áfram á næsta ári eða er framtíðin óráðin? Ég ákvað að klára þetta tímabil allan og ég er á samningi hérna og er mjög ánægður hérna og síðan verður bara að vega og meta framhaldið sko, hvað ég geri en ég er bara fyrst og fremst ánægður með að hafa tekið þessu ákvörðun, bara einbeita mér á fullu að KR sko. Til hamingju með markið, takk fyrir. Excuse me, girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top sharp top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you see. Yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know...